Hæ, velkomin í podcastum mitt, það er Ekkert að þakka, ég heiti Stefán. Í podcastinu mínu fæ ég gest þar sem að ég, já þetta er Villi. Hæ. Í podcastinu fæ ég gest og við förum ítarlega við vikunans. Já. Og síðan leysi ég fyrir hann eitt vandamál og síðan má hann spyrja með hverju sem er en ber engin skylda til. Villi, hvað gerðir þér síðasta fimmtudag? Síðasta fimmtudag, já. Bítu, það var örugglega, ætla það ekki verið Laddi? Já. Laddi síðasta fimmtudag? Er Laddi í kvöld? Nei, það var Ungfrú Ísland síðasta fimmtudag. Veistu hvað, mig grunaði að vera Ungfrú Ísland. Já. Af því að ég var að spá hvort að þú kemur á sýninguna mína eftir eina viku. Já. Og þá sagði ég var að spjalla við Sverri sem er að framleiða. Já. Og ég sagði hann að, já, Villi kemur örugglega, nema það sé Laddi. Já. Tjekkaði, það er ekki Laddi. Það er ekki Laddi. En það er Ungfrú Ísland. Já, einmitt. Þannig ég hugsaði að Ungfrú Ísland er kannski fimmtudags. Já. Þetta er náttúrulega, við erum komin á svona loka sýningar núna, 2 sýningar eftir. Já. Þannig að það er bara þannig. Mjög skemmtilegt að sýna. Ég er mjög stoltur af svona, ég veit ekki, vinnunum sem ég gerði í Ungfrú Ísland. Já, ég þarf að koma á loka sýningu því ég er að sýna þarna. Já, bara frábært að gera. Heyrðu, ok, þannig að það var Ungfrú Ísland. Það var Ungfrú Ísland. Og þá var ég komin úr lokatökum á Nova, nei. Ég ætlaði einmitt ekki að segja það. Á hringdauglýsinguna. Já, einmitt. Já, var þetta langar tökur? Þetta eru 2 tökudagar. 2 tökudagar? Já, fyrsta sinn. Slatti fyrir auglýsingu. Já, þetta verður skemmtilegt sko. Gett. Ég er náttúrulega bara mikill harðkjarnar hringdu maður sko. Þeir eiginlega reddu mér úr svona vandræðum þegar ég bjóði í Köpen sko. Þannig ég búið að reka mér úr búllunni. Já, einmitt. Þeir spurði hvort ég vildi leika í auglýsingu fyrir að ég er eitthvað Guð blessi! Það var bara geðveikt sko. Býttu, Vigdís er líka eða ekki? Já. Nett. Þannig að það verður spennandi að sjá sko. Og var það bara einhver svona dýnamík ykkar á milli? Já, svona tiltölulega einhver dýnamík allavega en svona náum ekki að spinna mikið eitthvað svona fram og tilbaka. Ok. Þetta er bara svona auglýsingaland. Já. Skilur það svona, eða það sem þegar svona auglýsingar gerast í einhver svona heimi sem er svona Já, einmitt. Já, að þú veist svona ímyndaður bara í rauninni. Já. Þannig að ég veit að þú varst mjög þreyttur í þessum tökum. Já. Líður eins og myndaðalegna hafa þetta á því. Ég klippi ekki, halda áfram að tala. Þú varst mjög þreyttur í þessum tökum. Ég var samt ekki það þreyttur sko. Ég var bara alveg mjög fínn held ég, myndi ég segja. Þú bara ferð og lagar hérna á meðan. Stefán ykkur er farin í að laga myndaðalina. Þú þarf að skipta um batteri. Jæja, kettlin. Heyrðu. Daginn var ég að taka upp og þú datt þetta ljós. Já, ég heyrði það í hinu podcastinu með Lenju. Já, þú hlustar á podcastið. Já. Hvað heldur ég sé? Fake friend. Heldur ég sé fake friend? Nei. Það er ekki true sko. Það er ekki true, ég er ekki fake friend. Nei, ég var samt ekki það þreyttur í hringdutökunum, nota bene. Þetta var bara mjög auðvildar innitökur, geggjakast og krú og bara, það var bara eins auðvild að geta gerst í svona auglýsingatökum, fannst mér. Skal ég segja þér, fínasti matur, góð stemning, gott fólk, sem er raun alltaf í ykkur hringduverkefni. Svo var náttúrulega bara líka kontur að sjá um þetta. Ég vann þar. Frábært fólk. There we go. Frábært fólk. Hver var að leikstýra? Ari Mag. Þekki hann ekki? Þekki ekki Ari Mag? Nei. Hann er ótrúlega flottur ljósmyndari og góður maður. Ó, frábært. Ég myndi segja að Ari Mag sé góður maður. Ertu á Instagram að fletta upp mynda á hann til að sína mér? Já, kannski. En ég veit ekki hvort hann sé með myndir af sér. Hann er náttúrulega fyrst og fremst ljósmyndari. Þannig að ef maður googlar hann, þá er bara myndir af ljósmyndum sem hann hefur tekið. Já. Skilur, það er ekki ljósmyndir af honum. Aha. En já, þetta er Ari Mag. Ari Mag, ok. Geggjöð og Jú. Já, ég held að ég hafi einu sinni verið einhverju auglýsingu hjá honum. Já. Cool og já, þannig að þú kláraðir það daginn áður. Nei, ég kláraði það fimmtudaginn. Þú kláraði það á fimmtudaginn? Á fimmtudaginn. Og fórst síðan Sjö mæti ég upp í Borgarleikhús til þess að leika í Ungfrú Ísland. Ok. Yes sir. Hvaða catering var í boði á auglýsingunni? Á auglýsingunni? Já. Það var hvað heitir kjúklingastæðurinn? BK? Nei, svona hotlu kjúklingur með líka flatbökur og eitthvað svona þannig. Safran? Já, Safran. Já, Safran getur sponsað með þið vilja því að þú sagði nafnið þeirra. Já. Ég get sagt ég efast þess að segja að Villi Netto kemur alltaf og segir Safran. Já, ég kem alltaf og segir Safran. Ég klippi bara þennan kapla. Ég hefði ekki að vera svona strípufötum fyrir svona vídeo. Ég er ánum mjög óöruggur með mig enna. En það er svona strípur upp. Já, ég veit það. Ég veit ekki, ég er svo óöruggur með sjálf með þess að dana sko.
Minnst þú lítið vel út. Takk. Heyrðu, ok, já, þannig að þú mætir 7 upp í Ungfrú Ísland. Já, þú mætir bara klukkutíma fyrir sjó. Venjulega mæti ég 6. Ok, en af því varst í auglýsingu. Já, og reyndi að svona finna leiðin á milli, þannig ég var svona meira á hlaupum að undirbúa mig. Já. Ekki í stressi samt, sko. Ok. Aldrei í stressi. En ég var svona meira á hlaupum. Svo bara sýndi ég það og fór heim þá, já, ég mættur heim svona 11 litið. Langur dagur. Já, það var þannig, sko. Hvað gerur þú til að undirbúa þig fyrir sýningu upp í Borgó? Ég er mjög hægur á því, sko. Sumir mæta 1,5 tíma fyrir eða eitthvað svona. Já. Sumir mæta klukkutíma fyrir. Eru bara, þú veist, á fullu. Mér finnst næst að hlusta á tónlist, taka það rólega, Já. preppa mig hægt og rólega, sko, því það þarf ekki mikið að gera við mig að dóna svona til að preppa mig fyrir sýningar. Ég er bara svona hægt og rólega, bara eitthvað, hérna, fara í föt, hlusta á tónlist, ljósi í stúdíónu. Hvað gerðist? Ég veit það ekki, það var blárra. Já, allt í lagi. Ég held að það fari ský fyrir sól bara. Já, getur verið hérna fyrir utan, já. Já. Þannig ég er bara mjög hægur undirbúið mig, sko. Tek stundum, ef ég er eitthvað andlega lítill í mér, þá tek ég svona góðan svona tónlistarslurk sem er mikið hlusta tónlist bara og einbytta mér. En eins og smink og svoleiðis, ertu lengi í sminki? Ekki mjög, í Ungfrú Ísland ég reyndar í byrjun út af því að það þarf að greiða mig alveg rosalega. Já, þú ert með þykkt og smá wild hár. Í Ungfrú Ísland? Eða bara þú? Já, ég er náttúrulega með þykkt og mikið makka. Já. Heyrðu, ertu byrjað að samna í mottu aftur? Nei, ég bara vildi nota dagana inn á milli til þess að leyfa eitthvað að vaksa. Já. En mikið væri til í það. Já. En ég gerði það 16. júní þegar ég er búinn að sýna. Þú mátt heldur ekki vera með mottu í lapta, eða hvað? Nei, ég held ekki. Ég þarf að vera með smá svona Hitlerskegg út af heilsubælið. Já. Þannig að það meikar engan sens að vera með Hitlerskegg ofan á mottu. Það er svo mikið, sko. Ok, þannig að já, þú langur dagur og ferðu kvöldmat upp í Borgó eða? Ég aftur bara hringdu og kontor að vera ógeðslega næs, sko. Þeir bara keyptu fyrir mér sushi bakka taka með mér bara í Borgó. Þannig að ég fekk mér það smá fyrir sýningu og smá í hlínu. Sushi er mjög góður prísýningamatur. Já, bara sérstaklega, sko, ef hann er bara simpul og ekki, þú veist, og er frá einhvern almennilegan stað fyrir eitthvað sem er búin að sitja í bakka í bensínstöð í 2 daga. Já, einmitt. Ég er endara uppáhald sushi mitt til bensínstöða sushi. Nei. Það er ekki satt, Stefán. Ég er reyna að vera maður fólksins. Það er ekki satt. Ég er reyna að vera maður fólksins. Þú sko, vera maður fólksins er að segja að þú fílir gott sushi. Það er engin manneskja sem er maður fólksins sem er eitthvað bensínstöðva sushi er það besta sem ég fæ. Akkur er þetta niðurlega mig? Ég er ekki að niðurlega þig. Vákvæðlegur. Það er mínum bestu vinum. Ég bara má vera með bandir. Ég má officialt vera með bandir. Við tveir megum vera með bandir með hvort þau erum út af því við erum svo góðu vinir. Já, nei, sushi, ég er endar sko eftir ég veit ekki hvort að gæðin séu almennt búin að versna eða smekkurinn minn er búin að þroskast. En ég er hættur að fíla búðasushi. Já, auðvitað. Fyrir nokkrum árum fílaði ég búðasushi. Já. Fannst það ekkert vera. Ég held að það sé bara þegar maður er byrjaður, þú veist, þegar maður byrjar að borða sushi og Veit ekki betur, sko. Held ég. Hversu margir bitar voru í þessum bakka? Það voru alveg þó nokkru bitar, þetta voru 2 litli bakkar. Oh, fuck. Og var þetta mest megnast bara eitthvað laxa? Ég bað reyndar út að ég var svo stressað magan minn og ég vissi ekki, þú veist, hvernig mæn minn er þegar það er svona langur dagur mikið að gera. Já. Ég bað bakka með allt eldað. Allt eldað, þannig að, þú veist, kjúklingakatsu og eitthvað svona. Já, það er sniðut. Ef það fer að vera eitthvað svona djúbstegt, þá getur það verið hættulegt. Já, ég held að það sé minna hættuleg en fiskurinn. Ég er alltaf svo stressað með það. Þú stressað með fisk. Stundum. Ok, þannig að það síðan kemur föstudagur, klukkan hvað vaknaru? Örugglega 1 eða eitthvað, skilur bara örugglega 1. Okay. Það latti kvöldið og glemt að sitja á Silent. Já. Það latti kvöldið þá, þannig ég leið mér bara að sofa út og lesa og spila Minecraft. Þú ert Minecraft-strákur? Ég byrjaði bara en daginn aftur, eða ekki aftur, ég spilaði einu sinni voða stutt en núna er ég búin að vera að spila almennilega. Ég bara var að tala inn á Minecraft. Já, þú ert Jack Black. Já, ég er Steve. Já. Ég er Steve. Ég veit ekki hvort þú varst búinn að segja mér það eða ekki.
af því að smá fyrir ykkur heima þegar maður þekkir frægt fólk þá fær maður stundum að vita Vita hvað? Á undan Já En ég sá auglýsing fyrir Minecraft myndin daginn og ég var eitthvað býttu, Villi að tala fyrir hann hlýtur að vera að tala fyrir Jack Black hlýtur að vera Já, þetta er fyrst sem ég tala fyrir Jack Black Já Það er alveg stemning sko Já, ok, þannig að þú ert að búa þig undir Krakkarnir að fleima mig á TikTokinu fyrir hvað þetta er astnalegt sko Já, ég held að unglingur fyrst svo astnalegt það er eitthvað döbbað að vera á íslensku Ég teki bara á kassan sko, mér finnst það bara að fyndið Það er samt svo gott að sé ennþá verið að döbba yfir á íslensku 100p Af því að það er ekkert held ég mjög langt eða þú veist það væri mjög öðvöld að sleppa því það er ekki eins og Mér þykir mjög gott að sé ennþá vera að gera og ég vil að þessi halda áfram að gera ekki eitthvað upp á ég fái vinnu heldur bara því sé gert yfir höfuð Já, ég meina þetta þú veist það er enginn að ríða á feitum hesti að döbba bíómynd eftir því sem ég fæ skilið Nei, ekkert eitthvað svo sérstaklega sko og þetta er vinna, þetta er alveg vinna Já, er leikstjóri? Já, hann Kitty sem er í stúdíónu í hérna hjá Sýrlandi, hann er svona að leikstýra og hann er frábær, hann er mjög skemmtilegur og hann kann þetta alveg Hvað er þetta, Kitty Hjálmur? Nei, Kristinn Sturlu Ok, það kann ekki Við viljum vera vissi að segja nafni hans Ég þekki engan sem hatt búin að nefna Kristinn Sturluson, sko, hann er svona sér mjög mikið að vinna í ykkur verkefni og hann er mjög skemmtilegur leikstjóri, sko, hann er alveg svona nær alveg mikið úr manni, sko, því þegar maður að horfa á klippur setna mér, eða horfa á dub setna mér mann finnst maður að vera yktur í stúdíónu sko, ég þú veist er standandi og bara hreyfandi hendur og eitthvað svona, svo þegar ég er að hlusta á þetta dub, þá er ég bara, heyrðu, ég mætti vera ennþá yktari þarna sko. Merkilegt Ég sko, á svona algjört mikrokásum ég hef tekið eftir þessu, sko, ég gerði auglýsingu fyrir uppistand sem var með síðasta haust sem ég las inn á og ég gerði þetta svo miklu flýti, ég var að fara til útlanda og ég hafði ekki tíma til að gera það aftur og sendið þetta bara á Tjarnabíó þegar ég var, þú veist, upp á velli eða eitthvað og var þá að hlusta á þetta og þetta, þú veist, þetta var svo monotónist ég var bara eitthvað ég veit það uppistand þetta er nefnilega, sko þetta þarf að vera drullíkt, sko Já, maður þarf að vera og þú veist, þá er ég bara að vera ég sjálfur basically, skilur Ég var heppinn og náttúrulega, þú veist, ekki heppinn og ekki heppinn, þetta var Jack Black mynd og hann er öskrandi svo ógeðslega oft á myndinni, sko, þannig að ég þurfti að vera bara eitthvað svona Engar á ég! Já, skilur bara Já Þannig að það er svona bætti úr lítið leik einhvern veginn Og já, þannig að þú spilar Minecraft, þú lest bók Hvaða bók varstu að lesa síðasta föstudag? Ég er að lesa núna Stúlka sem lék sér að eldinum önnur bókin í Kalla sem hata konur Hvernig finnst þér? Hún er hægari, eða tekur meiri vinnu að koma sér í hana Kalla sem hata konur er náttúrulega fokkinn ótrúlega bók Geðveik bók Guðminn góður hvað hann er góð maður Já Shit hvað hann er vel skrifið og líka bara eitthvað svona gagnrýni á samfélagið og svona síðkapitalisma samfélagið á sama tíma Geðveikt Þetta er nefnilega alveg svona, þú veist, ég er ekki einn til þess að tala niður krimma, en þú veist, þetta er alveg líka bara svona bókmenntaverk, finnst mér Kalla sem hata konur, sko. Stíg Larsson er náttúrulega bara ótrúlega flottur í þessu, það er svo, ég fæ gæsa, það er bara svo galinn mikill missir, hann fekk ekki einu svona hálfa seríuna, eða þú veist. Sko, ég ætla ekki að lesa þessar sem hann skrifaði ekki fræðileg. Sem voru ekki gerða, þú veist, meira að segja sko Já, þetta var eitthvað Konan hans er með það sem ætti að gerast, skilur, hún er með nótur af næstu bókum fær ekki að gera út af þeir voru ekki gift Oh my god Þetta er eitthvað sem Stíg Larsson myndi skrifum Já, nákvæmlega bara mesta svona síðkapitalisma eitthvað fjölskylda að berjast eitthvað dót og fá bara halda áfram verk í hans óþökk, ég veit það ekki það getur ekki sagt neitt en það er alveg, ég meik ekki að lesa svona, ég verð svo pirraður Mér finnst svo fyndið samt sko í þessari bók hvað blaðamaðurinn svona allavega hvað ferilsnerti myndi mig svolítið á Stíg Larsson og hann var geðveikt mikið að ríða og geðveikt góður að ríða En svo fyndið sko karakterinn Mikael Blomqvist eitthvað svona sósíalískur blaðamaður og rithöfundur en líka allir vilja ríða honum og hann er bestur í því að vilja allir ríða honum sko kolfalla allir fyrir Mikael Blomqvist það er líka svo fyndið að bara kemur einhver kona og maður bara eitthvað bara eitthvað svona og bara meira að segja sko var eitthvað svona sem ég hugsaði að væri fyndið myndi gerast í annar bók hann myndi svo hjá ákveðinni konu byrjar ekki önnur bókin bara með því og svo ég bara jú þetta er aldrei fyndið sko svona stereotypur sem eða svona hluti sem að dettur í að gera sko en ég hef aldrei gaman að því sko hvernig hann skrifa líka sko
hann ekkert mikið að skrifa kynlífið í sjálfu sko. Nei. Það meira bara eitthvað svona, hann segir veist, já, ég veit ekki, ég hef gaman á svona karakterum eins og Mikael Blomkvist sko, sem eru, þú veist, bara alls ekki eitthvað sem íhaldsfólk á að fíla í bara grunni sínum sko, það er bara hann gagnrýnir síðkapitalism ógeðslega mikið fylgir ekki stöðlugum samböndum sko, er alveg bara algjör fokkir í rauninni skilur en að þetta er bara svona, ég hef mjög gaman á hann sko, og þetta er fólkið til, eða skilur lífið er skrítnara en þetta allavega. Já, 100% sko lífið mitt Þú ert alltaf að ríða. Ég er alltaf á stundum alveg ekkert eitthvað sjaldnar en já, þannig ég er bara búin að vera að lesa laddadagar eru bara voða eitthvað. Þú ert að sína ladda hvað, svona 2 3 4 sinnum 3 4 sinnum, ok en 3 mestarlega, yfirleitt já, þannig að laddadagar eru svolítið bara svona taka þér rólega. Já, svona þannig séð, já. Hvað borðar á laddadögum? Þú ert svolítið hoppandi og skopandi í ladda. Já, ég reynir mitt að borða eitthvað næs, eitthvað næringaríkt sem er ekki of feitt, þannig ég teki yfirleitt einhver svona serrano vefju Subway ef ég er í meira sullskapi sko. Subway, serrano og núðlunar á kúmen, þannig að skemmtilega núðlustæður á kúmen sem ég finnst mjög næs. Okay. Já. Ég veit ekki hvað hann heitir, ég ætla að prófa hann næst. Man ekki hvað hann heitir en ég mæli með já, býtu, ættir hann ekki ban eitthvað og er hann við hliðan á Tokyo Sushi? Jú, einmitt, mjög næst staður. Ég ætla að prófa hann næst. Endilega. Gott mál, þannig að, og hvenær mætur upp í ladda? Er það 6? Já. Ég er náttúrulega rosalegur með tíma eins og þú veist, sko. Ég er stundum að mæta 10 mínútur í 6, bara alveg bara taka þér rólega, sko. Og þú ert að hoppa og skoppa eins og við erum búinir að ræða. Já, mjög mikið, aðskil, ég mingaði buxnastærð. Það er í rosalegt. mittinu eftir laddaferlið. Já. Þannig að vonandi næg að halda því áfram, eða þú veist svona að halda því. Já, vonandi ferði í fleiri svona physical verk. Það væri gaman, ég er með alltaf ég verði borgarleikur svo næsta ári, þannig það er frábært. Spennandi. Búin að hitta Egil Heiðar Anton Pálsson? Nei, reyndar ekki. Hann byrjaði bara mánaðamótin. Ég þurfi ekki mikið að tala hann í podcastið út af því ég er ekkert búin að hitta hann, eða þú veist Jú, mér langar að hitta hann, auðvitað, ég mun örugglega hitta hann á næstunni. Maður gerir ráð fyrir því að þau eru að fara að vinna í sama húsi. Já. Ok, já, það er ekkert búið að vera eitthvað svona momenta sem að hann kemur inn í hús og er eitthvað, gaman að... Nei, ekki svo ég viti, nema ég hafi bara sofið við. En, já, mér minnir að ég hef séð hann taki við mánaðamótin, getur það verið? Getur verið. Ok, cool. Þannig gerur þið mikla líkamlega uppbytun fyrir ladda? Þú veist, ertu eitthvað? Reyndar ekki. Ok. To be honest. En ég labba við gerum alltaf uppbytun líka allir leikarnir saman og hljómsveitin. Ok. Og kórinn tökum Dejo. Já. Baulaða Búkalla og Superman. Einmitt. Ég átti mjög erfitt með mig í Superman. Nú? Segð mér af hverju, Stefán. Finnst það ekki ólíkt mér? Ég var eitthvað, akkur er að láta mig standa upp og dansa. Ég kom ekki til þess að standa upp og dansa. Ég helst áfram sittindi, það stóðst allavega. Ég stóð upp. Já, okay. Og ég gerði hreyfingarnar. Ef þetta hefði ekki verið frumusýning, ég hefði ekki gert það. Já, ok, ég er ánægð með þess. Ánægð með það, að hafa allavega staðið upp. Já, ég stóð upp og gerði þetta svona. Það eru sem sitja bara. Það er svolítið alúðalegt, sko. Ég kem alltaf sem dengsaðan það frammi, sko. Þannig að ég er alltaf að láta eitthvað, ef það eru unglingar í fremstöruð sem eru bara eitthvað sitjandi, ég kem og tala við þau, sko. Mér finnst það mjög gaman. Og Laddi, það er 3 tíma sýning, eða ekki? Rétt munið á mér. Það er alveg eitthvað þannig, 2:50. Og hvenær ertu þú komin heim eftir Ladda? 11 líka. 11 farið far hjá Möggu Mokk? Já, mjög oft hjá Möggu Mokk. Ég er búin að sjá það. Hjá Ástöldúu, sem er líka nágranni. Já. Svona kortur ég vera nágranni, hún býr mjög nálægt þér. Hún býr hana hinum megin við Stíin. Já, ég mitt. Akkur er farið oftar far hjá henni? Hjá Úu? Já. Ég veit ekki, þetta er bara svona, þetta er svona Þetta byrjaði þannig að Magga var alltaf tilbúin í að skuttla og Úa bara upptekinn að þannig tímabiliðinu. Svo er ég svo mikill svona hefðarmaður, þannig ég vil ekki að fólk haldi mig líka illa við á mig þegar ég fara hjá einhverjum öðrum. Þannig ég veit aldrei hvað ég á að gera núna, sko.
Þetta svona, ég er svona krakki forræðisteilu milli Möggu Mokk og Ásthildu sem er báðar náttúrulega bara yndislegur. Þetta er náttúrulega yndislegur leikhópur og það er mjög gaman að kynnast sko, ég er búin að vera með Ásthildu núna í gríni líka í Delirium Bobonis og það er svo gaman að segja hvað hún fær að njóta sín vel í Ladda, bara með grínleik sko. Já, hún er ógeðslega fyndin Já, nefnilega, sko, alveg frábær og Magga Mokk líka í þessu atriði forget about it forget about it og Hákon sem Eiríkur Fjalar er líka ógeðslega, hann er svona sinn Eiríkur Fjalar og Bjöggi náttúrulega sko, Björgvin Frans með mest fucking orku í heiminum, ég skil það ekki. Býtu, hann er líka alveg, hann er talsvert eldri en við, 10-15 árum eldri en við. Ég veit ekki hvað hann er gamall, hann er svo unglegur. Já, hann ber sig, hann lítur út fyrir, ég myndi skjóta hann var ég. Hann er svo stútfullur af orku, það er galið. Gauðurinn er sko bara hýtt upp 2 tímum fyrir sýningu og bara fara yfir atrið og syngja allt í haustum á sig, bara svona, fara yfir leikrit skilur og maður færi minnumáttakend og ég er bara hvað, þú verður að hætta þessu, þetta lætur mig líta mjög illa út sko. Og svo náttúrulega Dóri, Gylfa, alveg. Það er bara skemmtilegt fólk. Katla Margrét er líka, eða ekki? Já, Katla. Katla er fyndnasta konan sem ég þekki. Hún er bilað fyndin. Hún er svo fyndin og það er fátt betra fyrir hjarta en að bara vera í kringum hana. Okay. Hún er æðislega, þetta er bara æðislega leikhópur. Og svo Vala Kristín líka og æðislega. Já. Latti þarna rólegur á kantinum. Já, hann er alltaf með. Hann er alltaf með. Hann er voða fítni, ég hef ekki náða að kynast honum almennilega, ég er ásæðið með að tala svona fólk sem ég er að vinna með. Já, ég ætla að draga upp einhverja drullu þau öll frá þér. Ég var að tala við einhvern sem vann upp í Borgó, við þurfum ekkert að engagea með þetta, sko, en einhver sem sagði mér að þið Latti væru svona svolítið svipaðar týpur. Ég og Latti? Já, offstage, sko. Hvað var fyndið? Að í Borgó, til dæmis, þetta er einhver í stóðdeildunum, ég man einlega ekki hver það var, sem sagði svona að allir leikarnir er alltaf eitthvað svona hoppa og skoppa og djóka og eitthvað backstage og því Latti eru báður svolítið bara eitthvað svona. Já, það fer eftir, ég er svo mikið upp og niður samt, ég get alveg verið í miklu hopp- og skoppstöðu og svona grallararstöðu, en já, það til líka bara að vera rólegur og svona fylgjast með, sko. Já, það hefur kannski bara verið að einhverju svona rólegri viku hjá þér, sem að þessar fréttir bárust mér. Rólegri dagar. Já. Heyrðu, hvenær ferðu þá að sofa eftir Ladda? Þú hlýtur að vera smá tíma að ná þig niður, eða ekki? Já, ég er að sofa svona, þess að er líka að sofa út, sko, ég er að sofna 2-3 leitið. Þú veist, þannig að ef ég á að sofa 8 tíma sem ég reyna alltaf, þá er ég að vakna, skilur, 11 leitið fyrsta lagi. Maður verður að sofa 8 tíma. Já. Maður verður. Þú veist, þess vegna, fólk heldur maður sig eitthvað svona algjör letihaugur að vera vakna 11 en ég er bara að ná 8 tímana, sko. Þetta er A-manneskja í B-manneskju rútínu. Já. Laugadagur, þá vaknar þau 11 eitthvað. Já, saman hlutur. Fyrir að spila, borða kannski eitthvað mat, kíkja í melabúðina. Þetta er spennandi líf hjá atvinnuleikara. Eða ekki? Það er stóra sviðinu. Já, drullur rólegt samt í reyninni. Les, spila. Já, það er ekki, ég er ekki, ég vildi óska þess að ég gæti verið með svona meira rockara lífstíl, skilur, að ég kíkja á Monaco hérna klukkan 1 eða eitthvað, skilur. Já. Það er bara því miður ekki þannig. Sko, ég hef aldrei verið að vinna við listir eins mikið og þú ert núna til dæmis. Já. En ég get ekki, þú veist, þegar ég hef verið að taka bara svona tímabil þar sem ég er að sína þétt eða vera dramatúrg í stykki og eitthvað svoleiðis, ég get ekki ímynda mér að fara sín og detta í það og bara back at it again næsta dag. Ekki fucking fræðilegur, þú getur ekki borgað mig til þess að mæta þunnur á Ladda, sko. Já, ég skil ekki hvernig leikur að gera þetta. Til að gera, sko. Þetta er líka þessu fer minkandi. Þessu fer náttúrulega voða mikið minkandi. Já. Þetta er bara, þetta er svo ómögulegt, sko. Þetta er bara svo erfitt, sko. Ég stundum fengið mér svona 3-4 bjóra ef ég er að fara í eitthvað svona ammæli sem ég er búin að lofa mér í og mætti á barnasýningu daginn eftir og eitthvað svona, sko, en bara eitthvað svona það, þú veist, en þetta eru 3-4 bjóra svo fyrir heima og þetta er eitthvað vatn og hefur bara komið fyrir heima, skilur.
bara það ekki fræðilegur en mæta þunnur á eitthvað sko. Og þú veist, í gamla daga kannski meira og örugglega ennþá einhverjir í dag voru með sko, þú veist, pappi vann í Þjóðleikhúsinu á tímabili, þú veist, að menn voru bara að mæta semi-beint af barnum í barnasýningu og síðan voru þeir kannski líka í einhverjum farsa kvöldið og bara alls konar sögur skil ekki hvaðan orkan kemur. Nei, ég skil, náttúrulega sko. Og ég óvirkur alki, skilur, ég var alveg blind, þú veist, ég gerði þetta alveg þegar ég var 20 eða eitthvað, en ég gerði allt illa þá. Já, maður myndi dæma en þetta smá impressive að geta gert það smá impressive að geta drukkið og síðan mæta á barnasýningu daginn eftir, það smá bara, ok, wow. Já, einmitt, og sérstaklega, þú veist, maður heyrir ekkert að þessi leikarar hafi verið að gera eitthvað hlutina illa, endilega, bara þeir voru bara ekki, tralla with the best of them, sko. Já. Ok, þannig að þú fer síðan upp í Borgó og sýnir. Já. Gerist þetta skemmtilegt í Borgó? Það kvöld? Það bara, þú veist, það skemmtilegt sem gerist í Borgó bara, þú veist, að vera að tala við leikarinn og sprella, sko, bara eitthvað svona grín og þú veist, bara tala við bara eitthvað húmor með Kötlu og eitthvað svona, Kata þarf að setja á sig bald cap. Já, einmitt. Mér finnst alltaf, mér fyndi sko að tala um þessi sé mjög hrifin af henni í bald cap. En alltaf þegar hún fær það þá ég, þarna hún. Þarna Katlan sem ég vil sjá, sko. Katla svona work bestie eða? Já, sko ég þarf ekki að fullera neitt sko, en jú, meðal annars, ætlilega ekki. Gott bandir á milli ykkur. Já, mjög gott, alveg frábær. Og hver versti óvinur? Já, versti óvinur minn, það er fuck. Shit. Trú ekki að það var dottið út, anskotin. Það er bara svona. Ok, þannig að það er bandir í gangi, þú ert að reyna við sköllóttu að Kötlumarkauti. Já, svo með karakter sko, þegar ég fæ svona gerfitennur fyrir Eirík Fjallar. Já, þegar það eru fullt af Eirík Fjölurum. Spoiler alert. Já. Setur það í textana undan. Já. Nei, en svo er ég búinn að gera karakter úr því sko, sem er bara án allt makes, bara ég með gerfitennur sko. Tell us about him. Hann er bara mjög fyndinn sko, hann er leikari frá Bolungarvík og bara eitt svo allra besti frá Bolungarvík og bara hress og skemmtilegur og hann er kynfræðingur. Hann er kynfræðingur líka og er nándarráðgjafi í ásettum og hann er með svona Eirík Fjallarstennur sko, og er bara mjög hress sko. Einmitt, það er ógeðslega fyndin pæling að vera eitthvað svona, kannski er þetta besti nándarráðgjafi í heimi, en af því að hann lítur svolítið perralega út. Já, það er mín pæling með hann sko, hann er bara að tala sko svona hann er bara þessu, hann er bara eitthvað það er til í þetta sko en svo þegar kemur náttúrulega þá bara, þú veist að þú verður að bera virðingu hann er ekki fucking around þar sko. Já, einmitt sko, þessi rödd sem þú gerir hana, þessi karakter þetta er smá svona spaukstofu latta vibe sko. Ég held að það hafi örugglega komið út af bara æfinguferlinu og eitthvað svona sko. Ég myndi var að horfa fullt aftur í gegnum latta, bara spaukstofu og latta og karakterinn að Sigga Sigurjóns Já, ég man aldrei hvað hann heitir, hann er ógeðslega fyndinn. Alltaf með enskuslettu sko, the sexual corner. Það er svo fucking fyndinn karakter sem þegar maður horfir hann seinna með sko. Sko, mér finnst spaukstofan hjá sko okkar kynslóð grínist hafa fengið ósanngjarnt rap. Já, ég hef aldrei skilið þetta að vera svona leiðilegur við einhverja sögu sko. Ef þú skilur hvað ég meina, ég hef aldrei skilið þetta að vera bara eitthvað svona þetta er old news ég er eitthvað svona rólegir bara aðeins, ég veit ekki. Þú veist, ég heyrði það alveg fyrir nokkrum árum, mér finnst að ég heyrði það minna búið að draga úr því, ég vona að það sé bara færast meiri virðing fyrir eitthvað svona spaukstofu grín eins og það sé síðast og sort eitthvað. En þú veist, grín eldist í eðli sínu ekki vel. Nei, við erum í voða skrýtnum starfi sko. Það er erfitt að horfa það verður pottið erfitt fyrir nokkur ár fram í tíman að horfa eitthvað gammalt grín og eitthvað. Nei. Já, einmitt, þú veist, ekki af því að tæft, bara af því að þú veist, það er einhver tíðarandi bara breytist húmórinn og svona bara grínum milli fólks einhvern veginn. Ég hef sko, einmitt, af því að nú er ég búin að vera svolítið á TikTok undir handleiðslu Tinnu, kærustu þunnar og hef haft ágætlega gaman af það sem ég það sem ég hef áhyggjur af með TikTok er að mér finnst húmórinn úreldist miklu hraðar þar en hann gerir
annars staðar. Já, ef þú ert skilur eins og maður segir chronically online sko. Já, ok. En fyrir venjulegt fólk þá það kannski það náttúrulega fullt af einhver súru gríni sko, en ég held að það takir tíma að fara lengur en það skilur, þú veist, þetta súra grín sem í boði á TikTok það sinn grín afkimi skilur, og koma margar útgáfur að því þetta samt alltaf sama grín eða skilur hvað ég meina já, einmitt ég hef náttúrulega ógeðslega gaman af einhverju TikTok-húmóri sko, ég fylgist grannt með þessu hvort það eldist rætt eitt sem ég finnst leiðilegt með svona TikTok-þróunina sko, það hefur vanist því svo mikið, ég hef með netinu sko, að gera svona grína öllu sem cringe eða smá áþentíst en vandræðalegt einhvern veginn eða svona smá ekta en samt vandræðalegt fólk þorir svo lítið að vera eitthvað svona þú veist, ég ger eitthvað þetta cringe en ég fíla það samt skilur það svo, mér finnst gaman að spila Minecraft og það cringe í rauninni að 31 árs gaur sé að spila Minecraft heima hjá sér en mér finnst það gaman og ef það cringe þá það bara cringe Já, ég orðin svo miklu minna online en ég var fyrir nokkrum árum sama ég sko, thank God blessunarlega sko að ég hef komin með minna skinnbragð á, þú veist, ég ætla að mér spá ekkert í því hvað cringe í því sem ég geri, skilur og ég held að það sé líka eftir ég svolítið snemmi miðaldra að verða miðaldra svona held ég líka svolítið að vera bara eitthvað whatever ég með síman minn á beltinu mínu af því að það praktíst eða eitthvað skilur og hvað og fólk, þú veist, 50 kallar í 90 svona vissalvað það var hallaræslegt early 2000s en bara whatever, þetta var mjög þægilegt fucking mikið stemning ef ég sé gæja með fucking símabeltis hilki á sig djöðsins meistari djöðsins kóngur djöð kann ég meta það maður ég bara miklu meira en eitthvað annað Tengdapappi var alltaf með síman sinn í svona hálsbandi fucking hell yes og síðan í skyrtuvasanum en það var hann líka meistari hann var algjör meistari og þú veist, hann var líka geðveikt fljótur að taka myndir og hann var svo yndislegur sko. þetta svona, maður kynnist fólk á sinni ævi sko, sem því miður fer frá okkur sko. Hann bara, og ég hugsa mjög oft til hans to be honest, bara hvað hann var næs sko. Ég verða of tilfinningar ykkur að tala hann bara, fannst það svo næs sko. bara yndisleg manneskja næðin bestu en svona lífið en já, hann var, þú veist, af því hann var með þetta svona hann vissi alltaf síman sinn, var alltaf tilbúinn tók myndir af öllu, alltaf bara þú veist með albúmin sín, ég elska sko, ferðalbúmin það var svo gaman, við ætlum að byrja að gera þetta já, við verðum að gera maður á að gera þetta, 100% sko ég veit að fara að taka mikið af myndböndum í London þegar við fyrir hann páskana ok, það er hjálp frá þér er það content? smá content erum við að gera content? við ætlum að gera content í Pie and Mash Mash and Pie ég mjög spenntur 2 pie, Big Mash Herði, já, ég veit ekki, við vorum að tala saman í síman í gerð og slitnaði, ég veit ekki hvort ég náði að segja það en mér finnst sko bresk matargerði tölu niður já ég ósammála ég líka mér finnst hún bara algjör stemming já þú veist og þú kemur frá Portúgal, þar alvöru matarmenn já, ég veit það sko, mér finnst bara astnalegt að tala niður til hvaða matamenningar sem sko, þrátt fyrir að náttúrulega Bretar og Portúgal líka hafi bara verið einra bara, þú veist nýlendu herrar Ítalía og Fraklandi voru líka ekki tala niður til þeirra sko. já. En sko, með breska matamenningu sko, þessi sem lifði af bara mikið matamenning pöpulsins mér finnst svo skrítið að vera að tala niður til þess og sko, ímynd okkar á breska mat hún kemur, þú veist það er svo mikið af áliti okkar á heiminum kemur frá Bandaríkjunum á Íslandi, skilur þeir elska að tala niður Bretland, skilur og meðal annars bara maturinn og hvað fótbolti og af hverju, þú veist, fólk horfa á sokkur og eitthvað svona, skilur mér finnst fucking mikið stefning að fá mig, þú veist, ég hef aldrei fengið Pie and Mash en ég sá þetta, ég verð að borða þetta núna og ég veit að allir hlaupi ógeðslegu matur ég ætla samt að smakka, bara upp á stemmara í hlaupi? Þetta hef ég ekki seldur meðfram svona Pie and Mash stöðum. Ég ætla líka að fá mér þannig hljómar viðbjóðslega. Já, en það var að smakka. Já, auðvitað smakka. Nefnilega, sko. Mér finnst líka svo fyndið, sko, mér finnst fólk bregðast svo oft eins og það heldur að heiminum vilji bregðast við, sko, að því ég hef oft fengið mér mat sem á að vera bara ógeðslegur í eitthvað, þetta áhugavert bragð, þetta ekki
fucking ógeðslegt, það skilur já. Ég er spenntur að fá fylgta svona ekta breskum mat, sko. Ég er miklu með, ég er algjör texture maður. En þegar ég fór til Írland sem það svona svipuð matamenning á Írlandi og Bretlandi og við fórum inn á einhverja krá og ég fekk einhverja bara kássu og kartöflumús og ófengan Guinness og ég er bara komin heim hérna. Já, fucking snill. Bara, maður var sattur, þetta var hlýtt einhvern veginn, þetta var geðvikt. Og þetta er líka, skilur, almúamatur. Já. Þetta er maturinn okkar, þetta er matur okkar að menningar, sko. Já, 100%. Mér finnst þetta svo fyndið hvað við tölum niður til almúamats alltaf og erum alltaf eitthvað svona steik og eitthvað svona, það er herramannsmatur, eitthvað svona. Mér finnst, við megum alveg gefa almúamatinu meira virðingu, sko, sem bar okkur upp í gegnum alls konar tímabil. Hef ég sagt þér frá verstu matarupplifun lífs míns? Hvað? Þegar ég var í Brussel jólin. Við fórum á einhvern svona baksaðan svo, við fórum á einhvern svona Michelin recommended stað í Gautaborg nokkrum mánuðum fyrr. Já. Og það var besta matarupplifun lífs míns. Já. Allavega, hlustendur og áhundur. Hlusti. Við fórum á þetta hétt eitthvað The Villa in the Sky. Fengum okkur einhvern svona 8-rétta matseðil fyrir svona 500 eurur hver eða eitthvað. Þetta var galið. Og þetta sökkaði, þetta var bara eitthvað svona, við fengum sykurpúða á einhverju svona tannstöngli og þú veist, þetta var eitthvað svona bara svona, þú veist, svona mikið magn af kavíar og þetta var borið fram á 3 tímum og þetta var ömurlegt og þetta kosta, þú veist, maður var ekki sattur. Já, þetta er það sem þú átt að virða en ekki strámkjöðalega pie and mash bara 20 pund með parsley liquor Parsley liquor? Liquor, sko, ekki liquor eins og í áfengi, heldur liquor skilst mér L-I-C-K-E-R þetta er parsley sósa sem er gert til þess að hafa með kartöflustöppinu og pæs. Ok, veistla. Það er svo fucking stendur, sko. Við fórum, by the way, þegar við vorum í London síðast, þá vorum við að labba niður í bæ og við stoppuðum á stað sem hét bara eitthvað svona pínlítill staðar með 2 borðum og hann hét bara eitthvað svona, þú veist, pies and potatoes. Já. Það var bara algjör svona maður á horninu og þú veist, það var bara svona nokkrar pæs í svona gastróbökkum. Fólk kom bara og tók pæ, kartöflur, besti maturinn sem borðið með London. Já, geggjað. Og þetta banna að setja svona á TikTok eða Instagram Reels eða eitthvað. Mátt ekki setja þetta. Mátt ekki mæla með þetta. Þetta er þú veist, við sáum ekkert þetta á, þetta var ekkert með eitthvað hæst og TripAdvisor eða eitthvað. Þú veist hvernig pabbi finnur staði í Portugal? Hvernig? Hann tala við fólk út á götu. Bara eins og hann sé áhrifavaldurinn með án kameru. Bara sæll. Bara þú veist, hann er bara einhver staður bara blessaður. Það er ekki að þú með eitthvað, koma með eitthvað svona sem þú mæli með, sko. Eitthvað svona, eitthvað svona þessi staður og pabbi eitthvað. Ekki með það sem þú meina fyrir túrista, bara hvað ert þú að borða? Hvað ert þú að borða? Vá, pappiðin er alltaf geggjaður gauð, sko. Já, og þetta getur verið hit or miss, sko. Stundum við fer á einhvern stað og bara, þetta er alveg skítastaður. En stundum það bara geggjaður geimsteinn. Og núna er hann með marga staði í hausnum á sig, sko, sem hann fer alltaf á. Bara út allan. Porto, Lissabon, Coimbra, eitthvað svona. Sunnudagur. Latti líka, eða veist, bara voða. Þetta eru svo óspennandi dagar, sko. Ég fer stundum ándjóks í Krónuna bara til þess að vera labbandi eitthvað, eða veist, að fara að gera eitthvað. Fara eitthvað út úr húsi. Fara eitthvað út úr húsi og gera eitthvað, þú veist, að því það er ógeðslega næs að lesa bók, það er ógeðslega næs að spila tölvuleiki. En ég held ég sé ekki þannig manneska sem meikar, þú veist, ég veit að sumir geta bara eitt tíman saman ég spila tölvuleiki, en ég er ekki þannig og ég verð að fara út úr húsi og labba eða eitthvað áðurinn fyrir vinnuna eða eitthvað þannig. Það er gott sér. Já, takk. Ok, þannig að sunnudagur þú læst kannski fyrir út í Krónu, kannski út í Melabúð, spilar tölvuleik. Kaup eitthvað skemmtilegt, skríti gós eða eitthvað. Þessu Melabúðinu bara, þeir eru með dúja, geggjað, ég ætla að taka smá. Já. Þannig sittu hún á pítsu eða eitthvað. Melabúðin er æði. Geggjuð, ég elska hana. Vildu óska ég væri ríkari. Já, ég hitti vinkonu fyrir utan Melabúðundaginn sem ég hitti reyndar ekki oft, sko. Og hún já, þú ert bara að fara í Melabúð, ég já, dýr búð. Svo bara fór hún og ég hvað ég gera þessar upplýsingar? Þetta er rosalega skrítin hlutur til að segja. Hvað ég gera þetta? Ertu að skamma mig fyrir að fara í Melabúðina? Ég skil ekki alveg. Þú ert að fara í bónus. Ódýr búð. Já, svo lappa búð, já, ok. All right. Þú fær Netto. Milli. Nei, ég er svo líka gaman að fara í Krónuna, sko. Reyndar bara að kaupa. Já. Það er fullt af sulli það líka. Og síðan fyrir upp í Latta og upp í Borgarleikhús og það er klokkan 6 cirka. 6 cirka, já. Og hvað færið þér í kvöldmat fyrir Latta? Ég hef búin að segja það. Já. Allavega hvað svona hotlustu vefi. Alveg rétt, já, stundum Subway, já.
Svona, svo tek ég tek stundum líka reyndar svona hydrodrykki. Hydrodrykki? Þú veist, Collab Hydro eða eitthvað svona duft, svona steinefna duft eða eitthvað svona þannig, bara því sem ekki á hlaupum og syngjandi og hoppandi skoppandi. Einmitt. Ég hef aldrei dottið inn í þetta, svona steinefna drykki. Nei. Ég held að ég sé með nóga steinefna. En ef þú ferði í ræktina? Já, það náttúrulega, ég fer ekki þangað. Nei. Þá ertu kannski minna líklegur til þess að drekka steinefna drykki. Ok, mánudagur. Kannski líka langt síðan þú varst þunnur. Já, það eru 9 ár sen ég var þunnur. Nákvæmlega. Ekki mikil ástæða fyrir þetta til þess að Já, ok. Mánudagur. Í bítu. Þá er ekki latte kvöldi, ég get lofað þér því. Ég get reyndar ekkert lofað mér líður þannig. Þá er ekki latte kvöldið. Ég kíkti eitthvað út á mánudaginn, sko. Bítu, var það núna á mánudaginn, var það þá? Nei, það var ekki þá sem þetta Maríu Guðjónsson. Var það? Það var ekki þá, held ég. Ekki viss. Það var í síðustu viku, sko. Bítu, ég tek stundum myndir af deginu mínum svo ég viti hvað ég hafi verið að gera. Þú ert svona memento. Já, þetta er smá memento moment hérna hjá mér. Því ég var að gera annað á þriðjudaginn, sko. Þá fór ég að hitta Eilíf. Já, það var Dansk Day, hlakka til að hefum hann. Sáðu Instagram. Ég man ekkert hvað ég gerði á mánudaginn, er eitthvað rugglaður eða? Hvort heldur það er sett, hvort settur Dansk Day í story á priv eða public Instagraminu þinu? Bara litla. Gramminu mínu, vilum nýtt og bara. Nei, ég kíkti eitthvað út á mánudaginn. Ok. Fóruð þið að tinna á date á mánudaginn? Nei. Vá, þetta er það er svo óþægilegt, sko, mun ekki hvað ég gerði. Af hverju man ég ekki? Og þú tókst enga mynd af þig? Nei. Hvað gerði ég á mánudaginn? Kíkti ég út eða? Ég bara honestly man það ekki. Ég gerði eitthvað á mánudaginn. Þetta rennur svo mikið saman. Já. Sérstaklega maður er að vinna svona þétt. Já, ég hitti einhvern, sko, fór eitthvað. Bara eitthvað niður í bæ að fá mig bjóri eða eitthvað þannig, sko. Já. In öl. En bara man ekki hvað það var. Nei, ég gerði voða lítið, sko. Ég fór í bjóra eftir latta á sunnudaginn. Já. Kíktum í bjóra. Þannig var tiltölulega rólegur á mánudaginn. Og var það bara frammi í forsal eða? Já. Og forsal starfsmennir yndislega eins og þeir nennastundum að vera eftir og svona. En að því að sko eins og í Þjóðleikhúsinu þar er mánabar sem að tæknimennir eiga. Ef að ykkur langar í bjór eftir sýningu og það er enginn eftir æfingu og það er enginn forsalastarfsmenn, getur þið skrifað á okkur sjálf eða er það illa séð? Ég held að sé ekki mælt með því, nei. Ok. Þannig að maður fyrir frekar ykkvert ef maður er alveg brjálaður en svo er maður bara heim, sko. Já. En yfirleitt er einhverjum frammi sem geta alveg gefið mér einn og hann bjór. Já. Þau eru heppin með þetta í Þjóðleikhúsinu. Það er alltaf, það er alltaf tæknimenn að vinna í. Já, einmitt. Ef það er starfsemi í húsinu þá er tæknimenn að líka. Nei, ég hef ekkert farið á mánudagspartí. Ég hef aldrei farið á okkar. Ég hef verið í einhverju mánudagspartíum en ég held eftir að það rann af mér, sko. Þannig að það var ekkert eitthvað. Þannig varst í síman. Og bara í símanum. Spyrja Hófi hvenær ég mætti fara heim. Já, mætti fara heim núna? Nei, býta þess. Ég er að skemmta mér Stefán. Stefán, talaði nú við einhvern. Ok, þannig að mánudagurinn fór bara í að slappa af og... Já, spila. Ertu með harðsperrur eftir sýningu, Helgi? Ekki oft, sko, stundum eitthvað smá. Ég er bara líka mikið dett og svona, stundum er ég með einhverju einhverja marbletti líka mannum bara og annars ekki mikla harðsperrur, einhverja kannski. En þú ert að detta for comedic effect. Yes sir. Ef ég þekki þér rétt. Jú, klassik. Er eitthvað svona þjálfun í því eða? Já, ég held að maður svona læri bara hvernig maður eigi að detta en ég er ekki það góður í því. Ég ætti kannski að fara í einhverja þjálfun í því. Hefur þið séð, mannstu þetta Benna Gröndal leikara sem er núna Já, hann er svo góður að detta, það er insane. Hann er lærður trúður, sko. Já, hann er náttúrulega frábær. Hann er frábær. Hann er í tóma hamingja. Já. Og hann dettur einu sinni
swear to God á andlitið bara flatur framfyrir sig og þú veist, hann fer á bakvið hann fer í smá hvarf fyrir heitum potti eða eitthvað og hann bara alveg flatur, hann næra bregða fyrir sér eða hittir á einhvern púða eða eitthvað, I don't know, en ég sá þetta og ég var bara eitthvað, þetta er fagmaður. Já, vá hvað það er geggjað, ég verð að sáta stykki, það er alltaf að vinna þegar það er sínt. That's the problem. Veistu hvað alvarlega leikari var góður að þetta? Hver? Fucking Philip Seymour Hoffman. Aha. Já, hann var ógeðslega fucking fyndinn. Já, There's something about Mary, then eitthvað, big man is in the house. Hey, veistu, ég hef ekki séð something about Mary. Hann dettur, og svo dettur hann líka í Punch Drunk Love, ógeðslega fyndið. Heldur ekki séð hana. Shit, sko, ég skal sýna þér eftir. Þriðjudagur, þá er Dansk Day. Dansk Day. Segðu okkur frá Dansk Day. Já, ég og Eilífur náttúrulega bara reynum að finna afsökun til að hittast oft, þannig að hittast reglulega og Dansk Day var það sem kom úr því, sko, þannig að við förum stundum bara á danska staði eða drekkum bara, förum á alla danska staðin sem við þekkjum. Já, það er Jómfrúin og Danski allavega. Danski bara er náttúrulega, já, og svo er náttúrulega líka, hvað heitir staðinu hérna, hliðin á Gamla bíó, uppi. Finnsen. Petersen, já. Petersen, Pedersen. Já, ok. Svo fyrir kannski líka á Kastrup ef við erum vel stemdir. Já, Kastrup, það er danst, emitt. Já, við höfum reynd að kíkja í heimsókn á danska sendiráðinu en þurftum að gera það bara snemma. Já, ok. Hvernig var ykkur tekið í danska sendiráðinu? Við höfum ekki anþá farið á hvað. Okay. Við höfum fengið samt boð með mæti í Grundlovsdag. Ok, býtum Grundlovsdag, konungsdag einhvern? Nei, þetta er hérna, hvað heitir það? Bara hérna stjórnarskráardagurinn eða hérna bara hátíðardagur Dana og ég hef mætt þar. Ok, veistla. Þannig að mjög gaman, vonandi fá mig bóð með að koma aftur. Og mætir þú þá bara, ertu með uppistand? Ertu bara mæta, ferðið fínu fötin? Það er geggja, sko, það er sem ekki stemning að mæta sem gestur, mér finnst það svo gaman. Það er rosalega fancy að fá bóðið í sendiráð sem gestur. Já, mér finnst það geggjað. Ég væri til að fá það aftur, takk fyrir. Já. Takk hérlega fyrir. Ég veit að ég er stór í danska sendiráðinu, þannig að... Já, þú ættir að pull nokkur strings. I'll pull some strings for you. Já, takk. Check. Og hvernig var þessi danski dagur? Við hittust þarna á Jómmunni klukkan 1. Já. Borðum þar. Ég fæ mér yfirleitt dansk eventyr. Já. Og eitthvað annað. Já. Sem ég vel síðan, dansk eventyr er náttúrulega lifrakæfa, bacon og sulta og sveppasósa. Veistla. Svo gott, sko. Þannig við erum þar, erum að drekka nokkra Tuborg. Ekkert ákavíti? Jú, ákavíti líka. Já. Þeir eru algjörir rugglut allar hérna í Jómmunni, sko. Þeir plata mann í nokkur ákavíti. Nei, ég elska þau. Það er svo ógeðslega góð afgreiðsla á Jómmunni. Alltaf. Já. Það er svo fagmannlega afgreiðsla. Ég elska það. Ég hef bara borðað einu sinni, mér leiði eins og konungi. Ég veit það. Og svo vel tekja á móti manni og kunna tala við mann, sko. Já. Það er svo geggja. Það er nefnilega, sko, já, þetta er góða punktur. Það er svona stemming yfir þjónunum sem mér finnst það vantar á marga staði á Íslandi, finnst mér að þjónanir séu með smá bandir. Það vantar á nær alla staði á Íslandi. Ég veit ekki af hverjum. Ég vil smá bandir þegar ég er að, þú veist 100% sko. Kaupa mér eitthvað. Ég skil ekki hvaðan þessi menning kom ekki, eða veist, hún er á Jómmunni. Já. Greinilega er eitthvað sem viðhélst á Jómmunni, sko. Emmett. Mætti vera meira stöðum, en þess vegna elska ég að fara á Jómmuna meðal annars, sko. Bara frábær matur, frábær afgreiðsla, góð ákavíti sem ég farin að meta svona því eldri sem ég verð. Ég náði ekki, ég drakk ekki nóg lengi til þess að fara inn í ákavítið, sko. Mér finnst brennivín fínt. Já, brennivín samt. Úr fristinum, skilur. Já. Það er allt í lagi. Og sérstaklega með einhverjum svona viðbjóði eins og, þú veist, hákallega skutt eða eitthvað, þá er brennivín alveg. Það virkar fínt með því. Þannig að við fórum þangað og kíktu síðan á danska barinn. Eilífur er hérna ekki með lausan tíma þessa dagana. Nýbúin eignast barn, þannig að svo bara fór hann heim. Ég bara kíkti út að borða með yngurinn Maríu Guðjónsson. Já. Og hvað borðuðu? Mexicano? Já. Hvaða Mexicano? La Poblana. Er hann góður? Já, hann er fín. Hann er fyrir ofan Elli eða hvað? Já, eitthvað þannig, held ég. Já. Held fyrir ofan Elli. Næs. Manstu hvað fékkst þér? Við fekkum með taquitos. Nei, var það taquitos? Ég held að vera Flautas sem við bara svona vafið í svona eins og það sé svona pönnukökur með kjúklingi. Næs, það var gott. Já, bara mjög næs, bara mjög fínt. Og fenguðu ykkur drikk eftir það?
Nei, Marja þurfti að fara aftur í vinnuna þannig að ég bara kíkti síðan heim Er hún að vinna sjálfstætt? Já, hún er bara náttúrulega 3D hönnur og bara listamaður í rauninni og hún hefur fengið nóg að gera í gegnum tíðan Já, það verður náttúrulega mála vegg niður í bæ eftir hana Í alvöru? Samstarf með hana á Lavazza kaffi Geðvægt Hún er náttúrulega ótrúleg sko og hún er svona eina af mínum langlífustu vinnum sko Já, þeir eru búin að vera sem er svo þakkláttu fyrir alltaf Já, síðan úr MH eða ekki? Já, kynst hana í heimilisfræði Hvað kallast það? Var það ekki heimilisfræði? Lífsleikni? Það er sem að læra að elda Var heimilisfræði MH? Yes sir Ok Eini strákurinn Ef ég var í MH núna þá myndi ég feitt fara í heimilisfræði 100% Þetta var geggjað Shit Það var svo gaman sko Ég líka skúfa í mig matinn sem allir hérna voru ekki að klára Já Það vildi ekki meira úr stóra réttinu Má ég bara klára þetta? Já, þetta Allir ógeðslega pen nema ég Ég skil ekki ekkur þetta fór Já, það fór náttúrulega því ég var bara að reykja hass Hvernig var ég ekki að reykja hass og fara í heimilisfræði? Guður, ekki spyrja mig Það var frábært, ertu ekki að djóka? Guður, þú minnst ræðis þú varst bara að keyra á lötunni með hólunni í miðinni Ég hugsa með þessa lötu svona einu sinni í mánuði alltaf Já, ég var að tala um hann daginn sko, því að núna erum við hófið að kaupa okkur bíl Já og þú veist, það var bíl sem ég þurfti ekki neitt að eiga og það var svo mikil stemming núna er ég að kaupa bíl af því þarf bíl það sökkar það er ekki af gaman maður er alveg saman með hann bíl en ég elska hann Já, Lada Sport var það ekki? Nei, þetta var Nissan Micra Nissan Micra, já Já, við köllum hann alltaf Micruna en þetta var lötu stemming Það var lötu stemming, sko Ég man bara, hólan í gólfinu er eitt að fyndnasta sem ég man eftir að hafa upplifað Það var aska Viltu segja fólki frá hólunni? Já, ég man ekki það var eftir en ég kerði hann bíl svo edru svo sjaldan, viltu segja fólkinu frá? Já, það var svona hóla bílinn var svo ryðgaður hann undir sko, það var hóla í gólfinu sem Stefán ykkur aska úr Svo braust ykkur tímann rúðu til þess að geta opna bílinn og glemdi lyklan inni sko, þannig að hún var á tímabili með hóla í gólfinu og brotna rúðu með plastpoka Vinuminn sem sagt við vorum að reykja og við þurftum að fara inn í MH að sækja eitthvað 3 og ég skil vin minn eftir sem vildi ekki fara með inn í skóla því að við vorum í Vímu og við förum inn og sækjum eitthvað og ég skil bílinn eftir með útvarpið í gangi fyrir hann og hann fyrir út og læsir öllum hurðunum með lykilinn í þannig að það var hann sem læsti og við reynum eitthvað alls konar og sen endar á því að við brjótum rúðu svona öftust rúðuna í bílastæðinu í MH með hjólabretti og einmitt, já, sko þegar maður setur þetta í samhengi þú veist, vera einhvern veginn á einhverjum riðguðum götóttum bíl með ruslapoka og alltaf í Vímu þú veist, þetta er bara full on dopist á mót, sko Þetta var náttúrulega sjúk stemning, sko, líka ef þú varst að skutla mann einhvers staðar manna maður borgaði kannski 100 kall að setja bensin í bílinn fyrir 150 krónur eða eitthvað Ég gerði það sko á tímabilið einmitt að ég rukkaði fólk 100 kall á haus fyrir far í og úr skóla þá var það 800 kall á dag sem döði rúmlega fyrir bensin í og úr skóla því að það gefni á strætókorti Mér fannst það magna sko hvað þetta var alltaf lítill peningur sko En það var 100 kall í þá dag í dag er þetta að kaupa 8 hús fyrir þetta Já, nákvæmlega Ef þú hefði sparað þennan pening ok, þannig að já, hvernig heldur þú komir heim eftir mat út að borða með Maríu Guðjónsson? 8 eitthvað 8? Og er það þá cozy? 9-10, já, svo bara cozy time Já, spila Kallinn að spila sko voruð þið ekki að horfa á neitt eða eitthvað? Jú, ég held að við höfum hort á American Beauty á mánudaginn American Beauty? Take me back Drullu góð mynd maður Landsenni síðan Já stundum er að horfa eitthvað og ég er að spila og við erum bara bæði í stofunni Já, það er cozy Það er ofta að ég er að spila Block Blast í símanum mínum og hóf ég er að föndra Ég var í bíó daginn og það manneski að spila Block Blast Í bíóinu? Já, á myndinni The Substance Já, við vorum saman Einmitt, það er galið dæmi Galið Oh my god Já
Ég skil að þetta óþægileg mynd en bara farðu þá. Ekki vera í fucking blockbuster fyrir fram að mig líka. Já, verðu aftast eða farðu. Þetta var svo skein líka svo skert. Ég bara svona tröflaði mig. Emmett. Ógeðslega böggandi. Þetta var líka Bíóparadís, þannig að það er ekkert hlé. Já, líka hvað mannskja fyrir Bíóparadís til að spila leiki í símanum? Ég veist að minnst krátið til að spila leiki í símanum. Já, það passar ekki saman. Nei. Miðvikudagur. Ég kíkti Improv Ísland. Já, það var í gær. Já, þú varst með Monolog og Martröð. Martröð leikarans. Hvernig gekk? Ég horfði á Brentford leikinn hann að baksviðs. Nice. Unnum með? Nei, því miður. Já, það bara gekk mjög vel, sko. Ég hef þessa dagana verið meira var mig, ef þú skilur hvað ég meina. Ég svona, allt sem ég geri þá ég svona ofhugsa ég og eitthvað svona pælu mikið í öllu, þannig ég var svona smá að tala mig og segja frá mínu lífi eitthvað svona og gekk bara vel. Martur leikarans hafði ég aldrei gert en það var bara mjög gaman. Hvað, var það úr Latta eða? Ég gerði Ung fyrir Ísland, ég fannst það skemmtilegri pæling. Nice. Með lengri senur líka. Hver voru á mótið þér? Sindri Kampan. Sindri Kampan. Gæður. Yndislega gauð, sko. One of the greats. Já. Þessi myndavel var aftur að slökka á sér. Já, ok. Þannig að þú getur kannski bara sagt okkur frá. Ætlar að reyna að laga? Já, ætla að laga, eða kannski færi ég bara þessa myndavel í two-shot. Það skiptir einhver máli, sko. Já, ég færi hérna bara í two-shot á meðan. Nei, já, kannski það. Já, þetta er ekki bara algjör stemming. 2 tækjakallar, ég elskar við báðir stóðum upp, sko, til þess að laga þetta. Já, ok, og fórstu eitthvað með þeim eftir sýningu, eða? Nei, þá fór ég bara heim. Kíló kom á sýninguna. Nice. Fórum á rúndi með honum og bara tala við hann. Nice. Það ekki Kíló í langa tíma, yndislega gaur. Ógeðslega flott ræðan hann svona á Instagram. Spilafík. Já, ég veit það. Þegar hann vill láta í sig heyra, sko, þá lætur hann í sig heyra. Mér finnst það líka mikilvægt að tala þetta. Og mér finnst svo galið að sjá alla þessa lúsir að vera að peppa þetta svona mikið, sko. Mér finnst bara svo erfitt að hafa svona mikið ungu fólki verið að auglýsa þetta, sko. Ég er svona oft dálítið erfitt með það. Og það sem hann sagði líka með, sko, samtökin að það væri fullt af, þú veist, edru liði að peppa þetta, þú veist, ég var á Vogi með spilafíklum, skiluru. Já, svo ég alltaf fíkta. Það bara alltaf leið. Og einmitt eins og hann segir, þú veist, það var langverst sett af fólki. Já, ég skil ekki að þetta er ógeðsleg starfsemi. Já, þið fóruð á rúndin og síðan skullaði hann ykkur heim? Já, svo fór ég, svo fór ég á Minecraft. Gaur, býtu, fucking shit, sko. Ég fór allt og langt úr mínum heimi, sem sagt úr heimilinu mínu, þar sem ég respawna. Og fór ég eitthvað allt annað svæði, bara var fucking lengi á bátnum, eitthvað fór allt annað svæði. Svo óvart sett ég respawn point þar. Og ég er eitthvað, fuck, ég er officially týndur. Þú ratar ekki heim. Ég rataði ekki heim. Og það var 2 tíma mission að reyna að finna út úr því hvernig ég ætti að rata heim. Og heppilega gæti ég farið í annað backup save, skoða hvar coordinates mín voru og fara á botnum þannig, sko. Þannig ég var bara í eitthvað hacker mode með allt opið, bara hvar ég var í coordinates í leiknum og skoða þetta. Ég veit að það er bæðið að spila Minecraft lokal og á netinu. Ert þú lokal? Ég er bara lokal. Já. Það er ógeðslega fyndið, MacBook Pro, M4 Pro. Spila Minecraft. En ég keipti hann fyrst og fremst auðvitað til þess að klippa, sem er geggjað. Þetta tæki bara eitthvað. Það er svo gaman að klippa bara með, þú veist, iPhone og senda bara á tölvuna þráðlaust, klippa þaðan og senda aftur í síma þráðlaust, bara ekkert mál. Já, mér langar í góða fartölvu, sko. Já, ég mæli innilega með. Já, þannig að þú týndist. Ég týndist. Kom Tinna á Prof? Heyrðu, já, hún kom á Improv. Nice. Pældi því. Geðvægt. Hún svona stundum náttúrulega mismandi hversu mikið hún þór út úr húsi. Já. En út af Tinnan okkar flókaveik. Og þá til einmitt í mannmerð að vera erfitt að stjórna. Já, tryggarast þau. Getur komið allavega svo tilfinning. Og skemmt hún sér vel? Mjög vel held ég, mjög vel. Bara algjör stemning, sko. Svo bara í dag 5. dagur, ég fekk með pils á leiðin líka. Bæjarins bestu? Yes. Hvernig var röðin? Heyrðu, nær engin. Það var einmannskert, þannig að ég let mig hafa. Gekjað. En svo myndi ég að ég er ekki að drekka kók, út af því ég er að reyna að sniðganga kók. Já. Nei, ég ætla ekki að heyrðu pils og kók. Nei,
bara pilsu, þannig ég þurfti að rótdoga pilsuna, sko, það er bara ekkert erfitt. kók. Já, Frekar það en að drekka kók. ég vil líka sniðganga kók en ég gleymi því bara í hvert einasta skipti sem að það kemur til greina að fá sér kók. Er það? Gleymur því? Raunverulega, síðan ég byrjaði að drekka og ég bara eitthvað, what the fuck? Oh, what the hell? Okay, what the hell? What the hell, dude? Oh my god. Ertu með spurningu fyrir mig? Nei, er eitthvað vandamál sem ég á að leysa fyrir þig? Já, nennir að koma með mér á eftir á bubble tea. Já. Ok, það var mitt vandamál. Það þurfa að fara einn á bubble tea. Já. Vandamál leist. Eða væri röð sem sagt. Er eitthvað sem þú vilt vita? Þig? Já. Hvernig líður þessi dagina? Heyrðu, skemmtilegt að þú skulle spyrja. Mér hefur sjaldan liðið betur. Ok, geggjað. Ég kom inn held sér bara á hárréttan lyfjaskamt. Nice. Ég er mjög... Hvað er það? Viltu tala það? Sertral, 150 mg. Sertral, já. Ég er ennþá mjög lágum fluoxetínskammti. Ég er að spá hvort ég ætti að kíkja á það. Hvað, viltu segja hvað sem stórum? Ég veit það ekki, ég held að það sé bara, ég man einhvern tímann talaði við læknavinn minn þetta og hann bara hvað, það er bara eitthvað babyskammtur. Ok. Já. En hérna, líka hefur langað smá að taka OCD-próf. OCD-próf? Já, ég á það til að ofhugsa hluti svo mikið og koma með svo langlífa ranghugsanir að ég er að spá að kíkja að gera að kíkja sko. Ég er búin að vera svolítið lengi á leiðinni í einhverfupróf. Jaha, mitt. Það kemur ekkert á óvart að ég var einhverfur sko. En nei. Sen hugsaði ég líka eitthvað, en það er biðlisti og hvað breytist ef ég veit að ég er einhverfur versus að ég veit að ég stundum svo. Já, breytist eitthvað. Þú veist, af því að eins og OCD, ef þú ert með OCD og við þekkjum báður nokkra með OCD og þú veist, það er eitthvað hægt að gera í því. Maður fer í einhverja svona meðferð og maður læra að stjórna hugsun. Ég held að ef maður er einhverfur, þá er maður bara einhverfur og... Það er ekkert sem þarf að laga. Ekkert sem þarf að laga. Bara eitthvað svona, ég er officialt einhverfur. Já, erfið, eitthvað svona ég má eiga erfiðara með þetta texture eða þú veist, ég reyndar að þú komið sterkar afsökun til að mega fara heim sko, en ég vil eiginlega ekki gefa það ég vil ekki gefa það þeirri afsökun sko. Herðu, ertu eitthvað já, og síðan af því að spyrjum hvernig mér líður, já, mér og síðan bara, sko ég byrjaði fyrir stuttu að taka alla á orðinu alltaf. Lífið mitt er svo þægilegt fyrir vikið. Já. Og bara, ég er aldrei að spá hvað fólki finnst. Já. Af því ég geði þeim bara kost á því að segja það. Já, það er gott. Það er góð pæling. Og ég er ekki að spá eitthvað svona, er þessi ósáttur með mig eða eitthvað, því hann getur bara sagt það. Já. Ég er einmitt ekki þar, sko. Ég les allt. Og andlitssvipur sko stundum er ég bara að skoða bara hverju fólk er að heilsa fyrst sko. Eða hvernig það er verið að heilsa annað fólk í kringum mig og hvernig það er verið að heilsa mér og ég er eitthvað, ég er leiðalegasti hérna. Ég er mest óspennandi í herberginu. Sko ég er nefnilega, ég er alveg laus við þetta sérstaklega eftir að tók þessa meðvita ákvörðun sko. Og þú veist, meira sé að ég hitt einhvern sem við þekkjum, einhvern úr bransanum kannski sem að er nokkrum stigum fyrir ofan mig eða þannig skiluru, fleiri sem vilja hilsa og hann hilsa mér kannski ekki og hann hilsa mér ekki og ég er eitthvað ok, hann nefndi ekki að hilsa mér í dag that's fine ég nenni ofta ekki að hilsa fólki ég fer í annað sko, ég fer bara eitthvað ég gerði eitthvað að mér einhver tíman nú þarf ég bara að fara yfir allt sem ég gerði einhver tíman sem tengist þessari mannesku hver eru vinur hennar þetta er Ég þarf að kíkja á þetta sko. Já, þú þarf að kíkja á þetta. Herðu, já, síðan Vili, ég þarf að segja þér að inn á tix.is er hægt að fara að skrifa Stefán Ingvar sigrar atvinnulífið. Já. Og þá getur þú keypt miða á uppistandi mitt. 10. apríl. 10. apríl. Af því að þú spyrja já. Ég veit að þú ert búin að vera alltaf fyrir hvernig maður kaupir miða. Það er á vefsíðu sem heitir tix.is. Tix.is. Ég var að tala með þetta á Hulla. Stefán Ingvar sigrar atvinnulífið. Ég var að tala með þetta á Hulla í gær. Frábær síða. Var Hulli heimsókn í gær? Nei, ég var heimsókn í honum í gær. Já, og hvað í þættinum hans? Já, 11 bíó.
Já, býtu, það byrjað? Já, það kom út, það kom út 6 þættir held ég. Shit, ég þarf að fylgjast með þessu. Það skemmtilegt sko, ég er búin að hlusta á 2 þeirra, ég er búin að hlusta á fyrsti, þá var Ari og síðan hlustaði líka á Snjólaugu, en það skemmtilegi gestir, Valdimar er búin að vera og Hrönn Sveinsi. Og er þetta þá bíó eða hvað? Já, þetta eru 11 spurningar bíó, þannig að þetta er eitthvað svona mest sexy mynd sem þú séð og fyndnasta mynd og besta mynd, bara eitthvað svona, já, bara virkilega velhæfnað pott sko. Já, spennandi. Ég meiri segja að mér finnst það svo skemmtilegt að ég sendi honum skilabúð, það var eitthvað, má ég koma í 11 bíó? Geggjað, vel gert. Mér langar að svara þessum spurningum. Var hann ekki vel stemdur bara fyrir því? Jú. Hullinanda yndislegur. Og síðan spurði hann mig líka, því ég var í gær, já, býtu sýningin næsta 50. Hvenær þarf þetta þá að koma út? Og ég sagði, kannski á morgun, vel gert. Já, ég fíla þegar fólk hugsa svona. Fallega gert af hann. Heyrðu, það hlusta þáttinu eftir. Erum við hættir eða? Já, ætli það ekki. Ég er svona, já, ég held að ég sé bara, ég nota beðin sko hættur að reyna að mæta í podcast svona mikið sko. Ég er búin að minnka það heil mikið sko. Ég er bara viðtalspodcast. Þetta er náttúrulega því við erum 2 og það er náttúrulega ekki mál fyrir okkar að tala saman. Það er yndislegt sko. En ég er hættur að tala um mig. Já. Ef við skiljum nenni ekki að svara meira um mig, það er bara komið gott. Þú ert líka sko komin á þann stað gagnvart fjölmiðlum, held ég af því að þú veist, ég er búin að segja allt. Þú er búin að fara svo oft og síðan mun þetta breytast held ég þannig að sko að þegar þú þarft að plugga eitthvað í framtíðinni, þú veist, segjum að þú sért með sólósjó, gefur út aðra plötu, bók eða eitthvað, þá ferði í viðtal og þá munir þeir svona að reyna að ná upp úr þér einhverju svona, svona já, þú ert að gefa út bók en hvernig var í Portugal? En þú ert þunglindi. Já. Þú þjáast að þunglindi. Já, nákvæmlega, en bókin mín, já, en þunglindi. Nei, þetta er svona, fyndi mig líður alltaf að ég sé bara eitthvað svona ofurstjarna eitthvað, ég get ekki meir, svona eitthvað. Það er ekki að ég get ekki meir, ég vil ekki líka bara vera alltaf að vera á radarnum hjá fólki, sko. Þetta sé bara ekki hótt fyrir mig eða annað fólk bara. Mér finnst það mitt sko, Tinna er svo klár. Þannig að ég var eitthvað að lesa mig til TikTok af því að hún er svo Tinna Hans Villa er markaðs samfélagsmiðla manneskja og hún er búin að vera að aðstofa mig að búið til content og byrtingar á allan og eitthvað bara geggjuð og ég var að lesa mig til og þar stóð eitthvað svona, maður þyrfti að gera x oft á viku, þú veist, til þess að algoritminn myndi bústa mann og hún var eitthvað, þú veist, já það er rétt en ekki gera það af því að það vill enginn hafa sömu manneskjuna á For You page-inu sínu alltaf. Og síðan ég nota TikTok lítið, byrjaði að followa einhvern bara skemmtilega típu og hún var alltaf á For You page-inu mínu. Ég var oh my god, farðu! Já, þetta er merkilegt sko. Þetta er svona að finna jafnvegi, en hins vegar hef ég fengið alveg kommentur og fólki að ég þurfti að fara aftur að gera oftar sketsa sem ég reyna að gera, eða ég hef ekki átt tíma eða andla orkuna í það. En ég er með nokkur skrifa sem ég ætla að gera. Ég er búin að vera að gera þetta í 3 vikur og sketsa, it's exhausting. Ég veit það. Heyrðu, ok, takk fyrir að hlusta á podcastum mitt, það heitir Ekkert að þakka, ég heiti Stefán. Takk fyrir að hlusta á podcastum Stefáns, það heitir Ekkert að þakka. Og ég ætla að gera fleiri þættir. Meira á tix.is. Já, meira á tix.is. Stefán ykkur segir Takk fyrir að hlusta á podcastum Stefáns.